Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. En já, eins og ég sagði ykkur áðan, þá ætlum við að fara núna aðeins í judo og línunni kominn Þór Davíðsson sem keppti mitt á Íslandsmótum judo helgina. Komdu, bless á sæll, ekki? Já, bless á sæll, blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef það bara helviti gott. Já, þú ert en þú sjálfur? Bara mjög brattur, leiðilegt að missa af Íslandsmótunum helgina. Já, leiðilegt að hafa það ekki. Já, segðu þú. En hérna, þú stóðst með ágætum með það ekki? Jú, þetta bara fór akkurat eins og ég vildi hafa þetta. Já. Það var bara hlulis. Þriðir Íslandsmeistarinn í -100 kíló flokki? Já. Já. Akkurat. Þannig að þú ert greinilega í toppformi þessa dagana? Já, ég er þannig alveg, sko. Maður er nú búin að halda sér ágætlega við, sko. Það vantar ekki. Nei. Hvernig er annars svona stemningi búin að vera í júdónu hérna fyrir sunnan? Eða austan? Hún er búin að vera ágætt, sko. Ég er enda sjálfur, ég bý í Reykjavík og æfi hjá júdófélag Reykjavíkur. En keppi þá fyrir Selfoss. En svo mæti maður svo annars lagið á Selfoss. Ég er í skóla í Reykjavík og bý bara þar. Þannig maður er ekki því að keyra á milli. Það er bara henni í bænum. Og já, hvað ertu að æfa núna? Þetta er jóðar eða júdófélag Reykjavíkur. Svo hef ég verið að mæta líka hjá Ármann, júdófélag Ármann. Já, nákvæmlega. Það er bara að það er náttúrulega best að flakka bara á milli klúbba og reyna að slást við þá flestu. Já, nákvæmlega. Já, Þormóður Árni, hann tók Íslandsmeistaratitilinn? Já, hann gerir það í plus 100 og bæði plus sínu þyngdarlokk og í opnarlokknum. Það var nú eitthvað drjúgt þáttakan held ég í opnarlokknum. Það var náttúrulega markmiðið mitt var alltaf að taka þátt í opnarlokknum og reyna að taka svolítið vel á með Þormóði, en ég hef búin að vera glímað við ykkur meiðsli svona í vetur og ég veist svona ekki geta æft alveg eins og ég ætlaði mér. Þannig að maður þurfti eitthvað að lífa sig upp fyrir móti og hnén eitthvað svolítið tæp, þannig ég ákvað að sleppa opnarlokknum. Reyna bara við minnflokk, frekar. En já, hvernig, já, nú er Þormóður eða ekki bara farin út að keppa á Evrópumeistaramóti? Jú, í Rússlandi. Já, og hvernig svona meturðu möguleika hans að komast á Ólympíuleikana í Ríó? Já, ég held að hann sé eins og þá er hann inni, sko, á Ólympíuleikana, en það er náttúrulega held ég, þó ég þekki nú ekki alveg stöðun á þessu, sko, en ég veit ekki alveg hvernig hann þarf að ganga á þessu móti í Rússlandi núna, sko. Já. En ég held að bara líkurnar séu ansi góðar, hef ég heyrt alveg það. Já, nákvæmlega. Þannig að hann er svona nálgast Ríó, hægt og bítandi. Akkurat, það verður nú ekki leiðilegt að komast þangað. Nei, einmitt. En já, annars svona öðrum keppendum, er eitthvað sem kom þér óvart á þessu Íslandsmóti? Nei, ég get nú ekki sagt það, sko. Þetta var frekar held ég svona fyrirsjónlegt, sko. Allt saman, það var nú reyndar, hann heitir Sveinbjörn Júra sem er nú vannur að vinna -81 kílógramma flokkin. Hann var færður upp í -90 þar sem Grímur Selfyssingur átti nú helviti góðan sens á að vinna, sko, og ná að láta sér Íslandsmeistaratitli, en það var Sveinbjörn sem hafði það af honum. Það var svona hálfleiðilegt, en hann stóð sér vel á mótorum og þetta þau bara í nefnslefókan. Já, nákvæmlega. En Egill Blöndal, hann er í einhverjum æfingabúðum í Japan, ekki satt, eða? Jú, eins og hann flaug frá Frakklandi, búinn að vera þar, hann heitir Breki sem er með honum, Akureyringur, þeir eru þar félagandi, búinn að vera í Frakklandi í, ég held að 1,5 mánuð eða 2, svo fara þetta í Japans núna, búinn að vera held ég í 2 vikur, verða 5 í heildina. Þetta er alveg, sko, svakalegt æfingaprógram hana í Japan. Þeir æfa svo svakalega stíft.
Já. Þetta er á allt öðru leveli en hérna heima. Og ég er nú búin að heyra eitthvað í honum og hann er nú búin að segja að þetta sé búin að vera skemmtilegasta en erfiðasta vika lífsins. Já. Hann orðaði það hannig. Nákvæmlega. En svo fer hann aftur til Frakkland, svo verður það veit ekki alveg hversu langa tíma. En hann er bara alveg á fullu. Já, ekki... Hann er alltaf dauð öfundan, það var mjög gaman að geta við hann með hann, en ég tók bara aðra leið einhvern veginn, maður er í skóla sjálfur. Já, skiljið. Þú ert ekkert stressaður því að drengurinn komi svo og skelli þig bara á gólfið þegar hann kemur heim? Nei, það er sko ekki. Nei. Það verður ekki þannig sko. Nei, það verður ekki þannig. Annars er þú farin til Japans. Annars fer ég bara til Japans, það er bara þannig. Já, nákvæmlega. En að svona öðru, það var svona, já, í kvennaflokknum náður eitthvað fylgjast með því? Já, það var nú meiri þáttaka þar heldur en hefur verið sko. Það er að Draupnir, klúbburinn á Akureyri er að koma sterkur inn í kvennaflokknum. Það er komið nokkra þaðan sko. Það er nýr þjálfari þar og sem að ég bara taka allt í gegn hana á Akureyri einhvern veginn. Og einmitt er að búin að marka þetta vel svona fyrir stelpur og það virðist að ganga ágætlega sko. En öðrum klúbbum einhvern veginn hefur ekki alveg gengið eins vel með það sko. Það vantar alveg stelpur í þetta sport. Því það í Evrópu og annars staðar sko er nefnilega þegar maður fyrir æfingabúr í Evrópu sko þá er alltaf fullt af stelpum. Það er bara sér stelpu æfingar og stráka. Já. Það er alltaf fullt af stelpum. En hérna einhvern veginn þá bara hefur það einhvern veginn ekki tíðkast. Og það ætti nú að vera því að miðað við það að við Íslendingar eigum nú einu hraustustu stelpur og konur í heimi. Já, ég segi það. Já. Akkurat. Við þurfum að geta nýtt okkur það einhvern veginn. Já, nákvæmlega. En þú sjálfur annars bara Brattur, hvað er svona framöndan af þér núna næstunni sjálfum? Það er náttúrulega, námið hefur náttúrulega alltaf forgang en svo reynir maður náttúrulega að æfa eins mikið maður getur júdóið sko, en þetta er náttúrulega bara eins og held ég flest allir einstaklings íþróttamenn þekkja, þá er náttúrulega peningarnir þeir eru alltaf svona heldur upp í skroppa eða þannig sko. Þannig það er svona, maður getur kannski ekki alveg eftir eins og maður vildi sko. Nei. En maður bara reynir að gera gott úr því og ég ger þetta áfram, þangað til maður bara, meðan maður hefur gaman að þessu sko. Það er bara þannig. Það hefur, það er að koma ákveðin svona kynslóð upp hérna á Selfossi í júdónu. Jú, það er alveg, svo núna sko eru ungir strákar sem er að koma helviti sterkir inn sko. Og það er svona nokkur ári ennþá. Grímur náttúrulega, hann er að koma svakalega sterkur inn. Hann verður held í Íslandsmeistari á næsta ári. Ég er endar alveg skítrættur svona að hann sé að fara að koma í minn þyngdarflokk. Já. Það væri verra. Þá þarfst þú að fara að æfa eitthvað meira. Já. Þetta er ungu strákar sko, þeir sparka alveg í raskatamanni. Já, nákvæmlega. Maður þarf að halda sig við. Já, einmitt. Þór Davíðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að kynna sér júdó því að þetta er nú alvöru fjölskyldusport. Er einhverju fleiri úr þinni fjölskyldu sem hafa prófað júdóið? Hvað segirðu? Er einhverju fleiri úr þinni fjölskyldu sem hafa prófað júdóið? Já, Örn bróður minn, hann var nú hann er Norðurlandameistari í júdó í Selfoss. Held ég hafi verið, hvort það hafi verið U18 sem hann var Norðurlandameistari í júdó, í 3 ár. Hann er spjótkastari nú í dag. Já. En hann endar í júdónu, segir hann. Já. Þegar hann nennir ekki þessi spjótkasti lengur, þá endar hann í júdónu. Þá endar hann í júdónu, nákvæmlega. Já, það er líka, júdóið er sport sem maður getur æft svo lengi, sko. Það er einn hérna í JR, júdófélag Reykjavíkur, hann er orðinn, held ég 70 ára gamall. Hann er ennþá alveg á fullu, sko. Mætir á allar æfingar. Þannig að það er nóg að vera alltaf. Já. Þór Davíðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þið sem allra best. Já, takk fyrir það, takk fyrir að hringja. Bestu þakkir. Bless. Já, eins og fyrr komið þá fór Íslandsmótið fram helgina. Þormóður Árni Jónsson
úr JR, hann var helginu náttúrulega tvöfaldur Íslandsmeistari en Íslandsmótið fór fram núna í Laugardalshöll og hann sigraði í 8. flokki og í 100 plus flokknum. Svolítið mikið meiðsl náttúrulega í 100 plus flokknum en það var náttúrulega menn voru svolítið meiddir og hnjaskaðir en nú allan að Þormóður Árni úti í Rússlandi og að fara að keppa á Evrópumótinu og hann segir að hann þurfa að verða Evrópumeistari ef hann ætlar að fara beint að Ríó en annars það stigasöfnum fyrir Ólympíuleikana við svona í samanburði við enska boltan að síðasta júdómóti sem talið til stiga fyrir Ólympíuleikana sama dag og loka umferðin í ensku úrvalsdeildinni þannig að 15. maí. En við ætlum að fara núna yfir í knattspyrnuna og línuna hér eftir smástund besti körfuboltaleikmaður úr dómnefnd kvenna. Helena Sverrisdóttir, leikmaður Hauka. Hún spilaði reyndar ekki í kvöld. Snæfell jafnaði innviði gegn Haukum en hún hér á línunni eftir smástund. Hún að keyra mitt núna frá Borgarnesi. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á Suðurland FM.